Sigurður, já það henni tapið og svona svolítið á brattann að sækja í dag. Já, þetta var náttúrulega bara lélegt hjá okkur í fyrri hálfleik, mjög. Ég var bara mjög úrræðs með þær. Varnarlega voru bara ekki með, engan veginn. Fá okkur 21 mark, við erum nefnilega búin að standa fína varnir og erum búin að með bara nokkuð ofalega í töflunni með að við fengið mörk á sig. Og í svona leik þar sem við erum eiginlega bara að berjast fyrir því að við þurfum 2 stig. Þá var ég hissa á mínum konum, þannig að seinni hálfleikur var skári. Já, svona upphafskaplið þinn, svona 4 af fyrstu 5 sóknum að fara í súginn og það svona vantaði kannski þetta reynslið sem þið þurftu í byrjun hálfleiksins til að jafna þetta. Já, ég allavega, þú veist, það er hægt að taka út einhverja 15 mínútur eða 10 mínútur hér og þar en bara hvernig við spilum fyrri hálfleik varnarlega það kostaði okkur sigurinn og við erum ekki með varinn bolta í fyrri hálfleik, það er enginn sem spila vörn og það er bara labba fram með okkur. Þannig að það en ég var ánægður með allavega hvernig við svöruði og við brennum að 3 vítum og svona þannig að þetta var alveg leikur en ekki nóg til þess að gera þetta eitthvað spennandi sko. Því miður, þannig að það er bara áframhaldið bara að vera þessum stigum og væntanlega 2 sem að þið þurfið sem kannski vera örugg og svo umspilið. Já, Grótta er bara að spila hörku vel og eru bara búin að, þú veist, gá okkur hörkuleik og í miklu betri leik heldur en við gerðum. Þannig að, þú veist, þær ná alveg í stig sko. Það er alveg pottið. Þannig að við þurfum að hugsa okkur og við þurfum 2 stig í viðbót og það er ekki margir leikir eftir. Nei, og nú kemur smá hlé í þetta fram yfir bikar og landslið þannig fram í miðjan mars. Það er fínt aðeins að anda en það eru náttúrulega, ég er að spila rosalega fáum þannig að þær fá aðeins kannski svona eitt helgafrí. Og það er svona eitthvað af þessum meðslum eins og Karolína, er eitthvað von á henni tilbaka eða? Nei, hún kemur pottið ekki en mögulega Marta. Hún alltaf, hún er okkar besti leikmaður og það munar rosalega að missa hana. Mögulega kemur hún og það mun auðvitað hjálpa okkur mikið. Ég á alveg vona að hún verði með bara eftir landsleikjastoppið. Ok, þannig að þetta var kannski, gengur fyrir sig að jafna sig þessi rifa í liðbandinu? Á krossbandi, já. Þú veist, hún er allavega búin að vera í einhverjum, þannig að hún ætlar held ég að reyna á það og hún er búin að byrja aðeins að hreyfa sig, þannig að hún verður með eftir 2 vikur.